Mér langar næst aðeins að fjalla fyrirtæki sem að þú hefur nokkru sinnum talað og það það fyrirtæki sem fór í útboð og fullt af fólki sem keypti í því, hampiðan og síðan hefur gengið lækka og þeir sem að keypti í þessu útboði og frekar lágu verði. Þeir hafa verið að tapa en þeir hafa verið að endurheimta þeir sem hafa haldið hlutabréfunum þarna, þeir hafa endurheimt styrk sinn og nú hafa menn sem keyptu fyrir 500.000 í þessu útboði í hampiðinni á sínum tíma, nú sá 500 kall komin upp í eitthvað 540.000 eða eitthvað svoleiðis. Það bara þannig að þetta og ég veit í sjálfu sér, ég náði nú ekki að skoða fara ofan í 6 mánaða uppgjör. Það er 8% ávöxtun á því. Já, en það á 2 árum í þokkalegri verðbólgu, Jón. Já, það er 4% verðbólga ári, þá gerir það 8% 2 árum. En ekki að fáu? Fáum grafið þarna. Hampiðan sem heldur áfram að hækka og það sem merkilegt kannski það að hún hefur hækkað 29% á þessu ári og í morgun hafði hún hækkað 3% þegar við komum inn í þáttinn. Já, þetta er mjög gleðilegt og ég það er alveg rétt, ég hef verið pílítið kritískur og... Þú hefur talað svo þetta fyrir því. Já, sko, þetta er rosalega flott félag. Alþjóðlegt íslenskt fyrirtæki. Það held ég markaðsvirðið þess núna í kringum 80 milljarða og það með starfsemi í mjög mörgum löndum og hefur mikla framleiðslu þekkingu og framleiðslu getu og er mjög mikilvægt félag að öllu... Þú varst að tala Hornstein, þú varst að tala sjávarútvegsýningu. Það ekki nokkuð vafa á því að hampiðan hefur einn á Hornsteinum Íslands sjávarútvegs. Já. Innan atvinnugreinar. Já, en það er náttúrulega alþjóðlegt fyrirtæki skráð á Íslandi. Athugasemdir mína hlutur... Með funksjónur út allan heim. Ég hafði eiginlega aðalega 2 athugasemdir. Það var að mér fannst að fara á dýrt inn á markað. Já, því upphafs sem ég sagði nú rétt á það hefur verið lágt gengi, þú hefur haldið því fram að það hefur verið of hátt. Já, ég ætla að gefa þið færi til þess að endurskoða þessi orðin. En það hefði átt að vera ódýrar bara fyrir okkur hluthafa, íslensku litlu hluthafana. En flott félag og síðan hef ég líka aðeins gagnrýnt upplýsingagjöf félagsins. Mér finnst að félagi megi vinna meira í því að kynna sig og kynna það sem var að gera. Þeir áttu til dæmis fyrsta sumarið þá áttu þeir í vandræðum vegna lokunar og verkfalli í Færeyjum og annað slíkt og það var kannski bara ekki kynnt nóg. Það er að vera að kaupa líka fyrirtæki, hvað var það ekki? Ástralíu síðast. Já. Verkir í Indlandi, en bara þetta eru gleðifréttir fyrir hlutabréfamarkaðinn og þá sem að... Ánægjulegar fréttir. Ánægjulegar fréttir, engar gleðifréttir. Ánægjulegar. Menn skulle ganga hægt gleðina dyr á hlutabréfamarkaði. Þú ert komin í gleðina þegar ég segi það sé ánægjulegt.